just like he said he would. Just like he said he would. He's coming back for me. He's coming back for me. In the twinkling of In the twinkling of an eye. Oh, just like he said he would. Just like he said he would. He's coming back for me. He's coming back for me. He's gonna take me to my mansion Take me to my mansion in the sky. I said with the trumpet sound, When the trumpet he's sounds, coming back for
Á hverjum morgni fæðist dagur nýr sem deyr að kvöldi þegar birtan flýr. Hvert árið sem líður, hvert andartak, að lífið gjöf til mín. Og tíminn tifar líkt og klukkan slær. Á morgun heitir þessi stund í gær. Kenndu mér að dagana, því lífið gjöfin þín. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Þú kveiktir brosið, fannst upp fuglana, eldir atómið og ástina. Af einlægni hjartans ég þakka þér, því lífið gjöfin þín. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Þú þekkir mig, þekkir hvert tár, meinið og sár, frá upphafi lífs. Þú þekktir mig, mætir mér enn, miskunnin þín. Á minnstu stund játning mín, þú ert minn Guð. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 Það var hún Áslaug Helga að syngja eigið lag og með Kór Lindakirkju, og svo erum við með svakalega hljómsveit hérna í kvöld ásamt honum Óskari sem að situr við flygilinn og stjórnar með annarri hendi og augngotum og öðru slíku. Hornum að þá hann Pétur Ellensson á bakvið hann á gítar og Þórir, hann situr við Hammondinn og Páll plokkar bassan. Þannig að þetta við fáum bara tónlistarveislu hérna í kvöld. Og, já, innilega velkomin, sérstaklega fermingarbörn og þeirra fjölskyldur. Við höfum þann sið orðið hérna í Lindakirkju í stað þess að fermingarbörnin svona þurfi að mæti messur og þá meigaðu það alltaf og meira segja að það eitthvað að fermingarbörnum frá því fyrra sem að mættu hingað núna. Og þannig að við erum bara alltaf velkomin í Lindakirkju. En við bjóðum ykkur sérstaklega svona 5 sinnum yfir veturinn og mjög ánægjulegt að sjá hvað þið eru mörg að mæta hérna í kvöld. Ég ætla nú að segja frá ýmsu sem við erum að gera, svona sem framundan í fermingarstarfinu og ýmislegt fleira, en áður en lengur haldið þá skulum við signa okkur og við skulum biðja saman og við gerum það
við byggjum saman bæn sem við kennum fermingarbörnunum í vetur og við byggjum í fermingarathöfninni sem vertu Guð Faðir, Faðir minn. Signum okkur fyrst og segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Og þá ætlum við að syngja, ég sagði fermingarbörnunum sem ég var að kenna núna í þessari viku, að söngvarnir sem við erum að syngja með þeim hérna í kennslustundunum og hér þegar við bjóðum ykkur, þetta allt saman sálmar og söngvar sem við syngjum í fermingarathöfnunum. Þannig að það ekkert sem á að koma þeim á óvart þar. Þannig að þá getið þið líka tekið vel undir þegar kemur að fermingarathöfninni og nú ætlum við að syngja saman Eigi stjörnum ofar. Þá komið að miskunnarbæn og dýrðarsöng, þá bið ég fyrst og svo takið þið undir. Og við segjum, Drottinn miskunna þú oss. Drottinn miskunna þú oss. Kristur miskunna þú oss. Kristur miskunna þú oss. Drottinn miskunna þú oss. Drottinn miskunna þú oss. Og þá komið að dýrðarsöngnum, þá ætla ég að biðja ykkur öll að rísa á fætur. Og það er hérna, ég fékk á Facebook í morgun einhver sem sagðist alltaf fá hausverk, sérstaklega við jólalögum í október, nú komin október og það aðeins svo snemmt fyrir þau, en við erum samt í rauninni allt árið að minna okkur á jólin í kirkjunni vegna þess að dýrðarsöngurinn, það sem við segjum hérna, dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnunum, þetta það sem að englarnir sungu við fæðingu frelsarans og það ágætt að alltaf gott að koma sér í svona jólastemmingu. Og þá segi ég fyrst, dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Og við stöndum áfram og syngjum saman, þig lofar Faðir, líf og önd. Thank you.
að fá okkur sæti aftur, þarna datt ég inn. Og það er sérstaklega gaman að segja frá því að árlega fáum við heimsókn frá biblíuskóla í Noregi sem heitir Fjellheim. Og þau eru hér, hópur þaðan, núna, og ein af þeim sem heitir Matthilde, hún ætlar að tala til okkar nokkur orð núna. Og við ákvaðum að þó að norskan sé dásamlega falleg og ég gæti alveg túlkað, þá ákvaðum við að hafa þetta samt á ensku hjá henni núna. Gjörðu svo vel. Velkomin. Takk fyrir. Hei, ég heiti Mathilde. Vá, flott. Eða Mathildur á íslensku, and that's all I know. Yeah, I go to a Bible school in northern Norway. It's a one-year school where we socialize, hike mountains, and most importantly, learn what we believe in. And yeah, that's really important for me. But it wasn't... Do you want me to hold the microphone for you? Oh, you can. Yes. So much easier. Okay. But yeah, if you ask my parents, it wasn't really obvious that I was gonna go to a Bible school. Because I'm not from a Christian family. I was, on the other hand, raised to not believe everything, especially not from the Bible. But when I was studying high school, or mentaskolen, as it's called here, I think, I wanted to move away from home. So I went to a Christian boarding school. And I didn't know that much about Christianity, but I knew that Christians were supposed to be forgiving. So when I got to the boarding school, I didn't really care how I acted. It's like I acted bad, if you didn't get that. Because I thought no matter what I did, they were gonna forgive me. So yeah, they like had to, because it was the rule. So yeah. But at the boarding school, we had weekly meetings in the gymnastics hall, actually. And there was a preacher once in September, so very early in my first year, and he said, he talked about that if you look for God, truly you will find him, and how God has promised to show himself. And I thought, nope, I'm gonna show you, God is not real. So when the meeting was finished, I went to my room, and I didn't have a whole Bible, but I had the New Testament that I got in church once. Hadn't read it, but found it, and I prayed a prayer. I said, God, if you exist, then give me something meaningful to read. And I was thinking at that moment that nothing was going to happen. It was just going to be a bunch of words that didn't make any sense. And then I was going to be right, and I could tell the preacher, haha, God is fake. But yeah, spoiler, that didn't happen. I opened my New Testament in Ephesians 6 and read verses 1 through 4, and I'm going to read those in English now. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. But fathers, do not provoke your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. So, what we see here is, God instructs us to do the opposite of what I did. I thought I could do everything I wanted and just be forgiven anyways. And it's not that we shouldn't forgive each other, it's that this verse tells us that we should act as though to make it easier to forgive us. And I didn't do that. So I saw in God's word that he knew my sinful ways, and he knew what I was doing better than I had realized myself. And I saw that he also wanted me to take part of his plan. He wanted me to be a better person. But because this verse also meant something to me when I read it, because
I realized something while reading it. I also saw that God is real. There is something greater up there, and there is someone greater that cares and that answers our prayers and that really wants us to listen. Yes, so that's how I came to believe. Thank you so much. Dásamlegt að heyra hvernig Guðsorð talaði beint inn í hennar aðstæður. En við ætlum núna að fá okkar börn hingað, fermingarbörnin sem að tóku að sér að lesa ritningalestra. Ég veit að ég hef fengið svona einhverjar ábendingur að einhver sem ekki hafa getað komið, en ég vil biðja þau ykkar sem að tóku að ykkur að lesa að koma til mín. Já, það er kveikt á mínu, það er rétt, já. Hér er hann Bjarki komin allavega, svo er Kolbrún Birna hérna. Og já, og svo er hann Viktor Örn, er hann hérna? Já, sko, kemur hann, og Bjarni. Nei, það heitir Bjarki, já, fyrir ekki. Já, en þá eru þið komið sem ætluðu að koma og þá ætla ég bara að biðja ykkur að fyrst kemur Kolbrún, þú fyrst hérna, koma þarna og svo er það Viktor Örn og svo Bjarki. Ég rétti þeim mikrofónum og ég les svo versin hjá þeim sem vantar. Gjörðu svo vel. Óttastu ekki því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér. Ég styrk þig með sigrandi hendi minni. Því að ég þekki sjálfur þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Bjarki. Þreytumst ekki að gera það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Kæra þakki, þetta var glæsilegt hjá okkur, krakkar. Þið megið fá okkur sæti aftur. Ég ætla að lesa þessi vers sem upp á vantar og svo ætla ég aðeins að segja hver er pælingin, af hverju við lesum svona lestra í kvöld. Hér er til dæmis úr fyrra Tímóteusarbréfi, þar sem segir: lát engan líta smáum augum á æsku þína, en ver fyrirmynd trúaðra í orði og hegðun, í kærleika, trú og hreinlífi. Og svo kemur úr Jóhannesar Guðspjalli: í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Allt var til fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Og öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim með trú á nafn hans. Og svo að lokum, Jesús segir: biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Og þessi orð er alltaf að rætast, og meira segja hjá hann í Matthildi eins og við hefðum, að þegar við knýjum á að þá svara Guð. Við ákváðum að hafa þessi vers, að þetta er allt saman í rauninni minnisvers úr fermingunum. Við deilum versum til fermingabarnanna og við byrjum á því bara núna í þar næstu viku strax. Þá byrjaðu að velja sér vers til að hafa yfir við fermingarathöfnina, og ég sagði meira segja þeim sem voru að lesa hérna í kvöld að þeim væri velkomið að hafa þetta sem fermingaversi sitt, en þau hugsa það bara. En við skulum halda áfram og syngja meira. Já. Já, akkurat. Það komið að því nefnilega að hún Diljá Pétursdóttir, sem hefur nú verið
með okkur að syngja hérna alveg frá því þú varst í úlingakórnum hjá henni Áslaugu sem stendur við hliðina á þér. Já, að þú ætlar að koma og syngja fyrir okkur og væri til í að segja bara, ég ætla bara að gefa þér orðið. Já. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, ég er sem sagt að fara að syngja eftir smá lagið mitt Lifandinn í mér, en ætlaði að sem sagt segja aðeins frá því sko hvað textinn þýðir fyrir mig. Og ég var ekkert eitthvað nákvæmlega búin að ákveða hvað ég ætla að segja, en þú veist, ég veit alveg hvað hann fattu ég ekki, misskilja mig, en ég ætla að reyna að hafa þetta mjög svona hreinskilið, þú veist, ekkert vera eitthvað sugarcoata þetta, og ég ætla að reyna samt ekki að vera ógeðslega dramatískt, þetta er alveg ógeðslega svona, þetta er smá dark texti sko, og einmitt þegar Gummi heyrði í mér með þetta, þá var hann einmitt bara, ég hafði ekki hugmynd að það sem þetta lag þýðir fyrir mig er sem sagt kvíðinn minn þegar ég var á unglingastigi í menntaskóla, í grunnskóla. Þannig að svolítið fyndið það því að ég hef séð og eitthvað svona heyrt að í einhverjum svona fréttaþáttum og eitthvað svona þannig stöffi eftir sem sagt söngvakeppnina talað mig sem eitthvað svona þetta er bara heilbrigðið uppmálað og ég bara svona segja já, við erum pælt í hvað textinn eitthvað, já, af því að ég fór í gegnum það, eins og maður segir á góðri íslensku, I went through it, í 8. 9. bekk sko, ég var að drepast úr kvíða og bara svona, ég ætla ekki að vera dramatísk, svo segja ég að vera að drepast, ég var allan, þú veist, ég var að stúta sjálfur mér bara úr kvíða sko, ég svaf ekki, þetta er planað sko, þetta er til að gera þetta svona þrútnari stemningu, ég var með svona þráhyggjuröskun, ég var með kvíða og þetta var svo mikið, þetta spilar rosa mikið en það mér langaði svo að vera söngkona en það var svo ógeðslega erfitt að þegar ég var að fara að syngja, þú veist, segjum að ég var bara að fara í eitthvað svona söngkeppni í Snælandsskóla í Kópavogi, eitthvað, í 9. bekk, þá bara svona vaknaði í nóttunni, bara sveitt og bara er ég að fara að verða mím, eitthvað, og ég er svo asnaleg í fötunum sem ég er að fara að vera í og ég var bara svona ofugsa allt, eitthvað. Þannig að þetta var rough tími og það er miklu auðveldar en að segja það að vera eitthvað svona svo bara fattaði ég að það er óþarf að vera kvíðin en það er basically það sem gerðist bara fyrir svona 1,5 ári þá allt í henni fekk ég bara svona oh my god, eitthvað kvíðinn minn er að eyðileggja fyrir mér, ég ætla að hætta að vera kvíðin. Þannig að þetta lag er það, sem sagt, basically, að ég tók aftur valdið af skugganum sem var að halda aftur að mér. Og ég nota þess að það kemur setning fyrir í þessu lagi nokkru sinnum sem þú ert bara skugginn sem enginn sér og ég í alvörinni meina þetta, ég nota þessa setningu mjög oft, ennþá í dag. Bara horfi í speilin þegar ég er eitthvað skrítin í hausnum og bara þú ert bara skugginn sem enginn sér. Hann allavega, takk fyrir mig. Þetta var hvað lagið er. Nú ætlum við að taka lagið. Let's go! Svitna alveg að tala þetta. Takk. Ég er tilbúin að sleppa þér til að hlífa mér. Þér er frjálst að fljúga hvar sem er. Ég burðast með þér meira en nóg. Alltaf veit ég skjól. Myrkrið það er óvelkomið hér. Ég tek aftur valdið sem ég gaf þér. Þú ert ekki lifandi í mér. Þú ert bara skugginn sem enginn sér. Og ég sleppi tökunum þér. Þú ert ekki lifandi í mér.
fyrir glundroðan sem þú tekur með þér að þú fer. Ég skipti honum út fyrir hugrekki og ljósið sem ég veit að býr í mér. Og ég tek aftur valdið sem ég gaf þér. Þú ert ekki lifandi meir. Þú ert bara skugginn sem enginn sér. Og ég sleppi tökunum þér. Ekki lifandi meir. Þú ert bara skugginn sem enginn sér. Og ég sleppi tökunum þér. Þú ert ekki la-la-la lifandi mér. Ekki lifandi mér. Takk fyrir. Stórkostlega flottur listamaður sem við eigum hérna til já. Og þetta svo flottur texti og þegar ég áttaði mig á dýftin í hann, bara ég heyrði þetta í viðtali við þig sko, þess að þú varst að segja frá þessu, ég fikk bara alveg gæsahúð sko. Þá fattaði ég hvað þú varst að fara. Þetta bara alveg stórkostlega flott hjá þig. Klöppum aftur fyrir Gylfa. Og ég held að séu ekkert margar unga konur sem hafa meira að gera en þú núna, en ég hef spurði hann daginn, sko, þá gast ekki verið með okkur hérna í messu. Og ég segi, þú kannski hefur nú ekki tíma fyrir okkur. Og hún bara, nei, ég er sko ekki hætt í kórnum, það er ekki að ræða það. Þannig að þú kemur þú getur. Það er bara þannig, það er dásamlegt. En það var þóttið skemmtilegt að Mathilda skildi nefna fyrirgefninguna á hann. Hún sagði, hún fór á þennan kristna lýðarskóla eða hvað það var sem að, og hún sagði, já, svona fólk sem er trúa, það fyrirgefur alltaf. Og það er þetta með, við byggjum í faðirvorinu, fyrirgef oss voru skuldir svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Við byggjum Guð að fyrirgefa okkur, það sem við gerum öðrum rangt, og segjum þá, og ég er tilbúin að gera þá það sama. En svona mannlega talað, þá er það náttúrulega bara mjög erfitt að fyrirgefa fullkomlega eins og Guð getur fyrirgefið. Af því að fyrirgefning Guðs er þannig að hann sleppi tökunum, Guð sleppi bara tökunum á því sem við byggjum fyrirgefningar á, en við munum alltaf eftir því. En svo er það stundum með fyrirgefninguna, við getum notað það eins og bara orðið fyrirgefðu sem bara eins og lykil að því að við getum komið fram við aðra eins og okkur sýnist. Það var til dæmis einn úrleikur sem ég var að vinna með upp í Vatnaskógi. Það var alveg sama, þú veist, þó hann gerði sama hlutin aftur og aftur og það var sagt við hann, heyrðu, nei, veistu það, þetta gengur ekki, þú verður aðeins að taka það á með þetta. Já, ég var búinn að segja fyrirgefðu. Ég var búinn að segja fyrirgefðu, sko, þú veit ekki að tala þetta meira. Nei, fyrirgefningin er ekki þannig að við getum bara veifað en þessi töfrasprota. Það verður nefnilega að koma tvennt til. Við verðum að meina það þegar við byrjum fyrirgefningu og við verðum líka að meina það þegar við erum tilbúin að fyrirgefa. Einu sinni lenti ég í því, ég var alveg ofboðslega reiður við ákveðinn mann og hann sá það strax að hann hafði ekki gert rétt og sagði fyrirgefu og ég sagði nei, ég get það ekki núna.
Og svo eftir 10 mínútur kom ég og sagði, ég búinn að jafna mig, já, þér fyrirgefið. Það nefnilega málið, við þurfum nefnilega að meina það þegar við fyrirgefum. Þetta ekki bara eins og töfraspoti. Ég ætla að segja ykkur eina frábæra sögu fyrirgefninguna. Við nefnilega, þegar við sjáum þessa svakalegu bók hérna, þess alveg með ofboðslega þunnum síðum og þetta alveg gríðarlega mikið lesmál og þá bara, þú veist, og þetta svolítið svona eins og eitthvað rosalegt fjall til að klífa að lesa Biblíuna, en hún svo full af spennandi og skemmtilegu sögum. Ég ætla að segja ykkur eina og hún úr Gamla testamentinu, ímyndið ykkur, ekki sofna strax. Og hún mann sem hét Jósef. Hann átti marga bræður og hann var næst yngstur, þetta voru 12 bræður, en málið var, það var eiginlega vandamál fyrir Jósef, hvað pappans elskaði hann langmest af öllum sínum sonum. Og hann var númer 11 í röðinni. Þar á þeim tíma var það nefnilega þannig, þetta fór alltaf eftir gókunarröð, sá sem var elstur, hann átti að vera svona valdamestur og svo þessir yngri þeir höfðu minna að segja. En pabbi þeirra dýrkaði Jósef. Hann keypti handunum alveg rosalega flotta kápu í marglita kápu og gaf engum af sonum sínum svona kápu nema Jósef. Og ég má ekki sjá, ég sé alveg fyrir mig, þetta svona svipað, já, nákvæmlega, hér fáum við sýnidæmi hvernig hún gæti hafa litið út. Þakka þér fyrir þetta, Harpa, innilega. Hún mætti þetta sérstaklega fyrir mig, nei. Mér bara datt í huga að biðja að sýna. En nema hvað, svo kemur, ég nefnilega svona yngstra systkin, ég fór pínlítið taugarnar á systur minni sem 6 árum eldri en ég, þannig að ég þekki ekki hvernig það að láta yngra systkinni fyrir taugarnar á sér. Nema hvað, kemur ekki strákfíflið fyrirgefið og segir við eldri bræður sína, veistu það, mér dreymdi draum. Mér dreymdi það að ég var svona eins og sólin og þið svona voru eins og stjörnur sem bugtuðu ykkur fyrir mér. Þannig að ég var svona æðstur. Og þeir náttúrulega og heyrðu alls konar svona, hann var alltaf eitthvað að svona setja sig yfir þá og þeir fengu nóg einn daginn. Þeir fóru með honum bara í ferð og voru búin að ákveða að það bara drepa hann og losa sig við hann. Og þetta er í Biblíunni, með að segja bara í Gamla testamentinu, 1. Mósebók og og svo tæta hann úr jakkanum sínum, tæta hann í sundur og setja dýrablóð á jakkan hans og ákvaða að drepa hann og ekki en hendunum ofan í skurð eða svona hólu og geymdi hann þar. Svo fóru þeir heim með jakkan og sögðu pappa sínum, það var bara villidýr sem réðist á Jósef og drap hann. Og pabbi þeirra var náttúrulega alveg gríðarlega sorgmæddur yfir þessu og var bara óhuggandi og væri búin að missa þarna uppáhald soninn sinn. Svolítið seinna fóru bræðurnir, fiskuðu Jósef upp úr hólunni og ætluðu þá að losa sig við hann, en þá vildi svo til að það var svona úlvaldalest kaupmenn sem voru leiðin til Egyptalands og þeir seldu Jósef sem þræl. Og hann sem sagt var seldur þar á þrælamarkaði og fór til mann sem hélt mikið upp á hann, en það var logið upp á Jósef þannig að sá sem átt hann, af því að þrælar ekki í vinnu hjá okkur, það einhver sem á þá, hann hefði sett hann í fangelsi. Og þar bara lá fyrir að Jósef bara myndi rotna og myndi aldrei losna út. Nema hvað, hann hittir hana 2 menn sem voru í hirð faraós sem var konungur Egyptalands og þeir segja honum drauma og annar þeirra, þeir segja honum báðir drauma sem þeir dreymdi og annar þeirra, Jósef sagði við hann, það mun þannig fara fyrir þér að þú verður fundið sekur og þú verður tekin af lífi, því miður. En við hinn sagði hann, þú munt verða sýknaður og fer bara aftur til fyrra lífs. Og þetta stóð heima. En hann fekk manninn sem lifði þetta af og fekk aftur að fara út. Hann fekk til að lofa sig því að hann myndi reyna að hjálpa sér að losna.
En þessi maður sem var byrglari konungs, hann sá eldhúsið hjá faró, að hann steingleymdi þessu. Þangað til, löngu seinna, dreymir faró drauma sem hann hefur svo ofboðslega áhyggjur af. Hann veit að þetta þýðir eitthvað, hann bara veit ekki hvað. Hann dreymir að það eru 7 fallegar kýr sem ganga og bíta gras. Og svo koma 7 kýr sem eru svo horaðar að þær eru alveg að detta í sundur og það éta þessar stóru og fallegu kýr. Og svo sér hann líka sömuleiðis korn sem er rosalega fallegt og svo kemur rosalega lélegt korn sem étur það. Og hann bara segir mörgum drauminn en enginn getur ráðið hann. Þá allt í einu mann byrglarinn, ég man eftir einum úr fangelsinu sem getur ráðið drauma. Sækjum hann. Jósef sóttur í fangelsið og hann ræður drauma faraós. Hann segir, framundan eru 7 mjög góð ár og svo 7 kreppuár. Nú skalt þú bara safna öllu sem þú getur þannig að við líðum ekki skort þegar þessi 7 góðu ár eru búin. Og þetta gerði faraó og þetta passaði. Og hann áttaði sig á því að Jósef var svo klárnáungi að hann gerði hann að næst æðsta yfirmanni Egyptalands. Hann var bara faraó númer 1 og Jósef númer 2. Svo kemur þetta hallari og það á öllum þessu slóðum og meira segja heima hjá Jósef, hjá bræðrum hans og pappa. Og þar bara hungur og þeir frétta því að það sé bara hellingur að fá í Egyptalandi, fara þangað til Jósef, ég að stytta söguna mikið og átta sig ekki á því að þessi maður sem þeir tala við bróðir þeirra. Hann var svo flottur maður í öllu gulli og svona. Já, þetta einmitt myndaði á að vera myndaði þegar Jósef að ráða draum faraós. Hann var, með alveg rosalega töff með eitthvað svona höfuðfatt og þeir þekkti hann ekki. Og svo segir hann þeim hver hann og þá héldu þeir að þeir eru bara teknir af lífi. En hann sagði, nei, þið áttu ykkur ekki á einu. Þið sendum mig ekki hingað. Það var Guð sem sendi mig hingað til að ég geti fyrirgefið ykkur. Guð sendi mig til þess að ég geti bjarga lífi ykkar núna. Og hann fyrirgaf þeim alveg fullkomlega. Og þetta náttúrulega ótrúlegt að geta sagt svona. Ég ekki viss hann hafi sagt þetta meðan hann var í fangelsinu. Ég ekki viss hann hafi sagt þetta þegar hann var þræll. En hann var búinn að öðlast þennan þroska að hann gat fyrirgefið. Hann gat séð þetta í því samhengi að þarna væri hann kominn og hann gæti og væri í þeirri stöðu að geta fyrirgefið. Mér finnst þetta svo mögnuð saga upp á fyrirgefninguna, hvað hún getur verið stórkostleg og máttug. Og hann sagði, já, Guð sendi mig hingað til þess að bjarga lífi ykkar og alls míns fólks. En nú ætla ég að segja ykkur, við getum líka hjálpað og bjargað. Fermingarbörn í Lindakirkju og út allt land hafa tekið þátt í söfnun á vegum hjálparstarfskirkjunnar og 7. nóvember, til að auglýsa það hér, 7. nóvember frá klukkan 5 til 8 þá sendum við fermingarbörnin út og við slóum met í fyrra. Það fór eitthvað aðeins yfir 500.000 sem bara fermingarbörn í Lindakirkju söfnuðu og þetta til vassverkefna í Afríku og við ætlum að sjá bara 2 mínútna myndband þetta verkefni. Gjörðu svo vel. Þetta hún Anna frá Eþíópíu. Hún 10 ára gömul og langar mest af öllu að fara í skóla. Vassverkefni hjálparstarfskirkjunnar veitir fólki aðgang að hreinu vatni. Þar sem áður var saurugt og óheilnæmt vatn, sem oft veldur banvænum sjúkdómum á svæðum þar sem læknisaðstoð takmörkuð og vatnsskortur mikill. En það skapar líka tíma. Á hverjum degi þurfa stúlkur eins og Anna að ganga í allt að 6 klukkustundir eftir vatni fyrir fjölskylduna sína. Íslensk börn á sama aldri í skólanum frá 8 til 2. Þau setja fjölbreytta kennslustundir, fá frímínútur og matartíma. Það eru 6 klukkustundir. Með því að styðja vassverkefni hjálparstarfskirkjunnar gefur þú ekki aðeins hreint vatn í nærumhverfi,
heldur fá Ana og stúlkur í hennar stöðu einnig tíma. Tíma til að mennta sig og fara í skóla. Hreint vatn breytir öllu. Og þessu mikilvæga verkefni getum við tekið þátt í að byggja brunna út í Eþíópíu og ég hvet ykkur foreldrar og forráðamenn til að ýta börnunum á stað í fermingarbarnasöfnunina. Þetta er alltaf, það er líka valkvætt að taka þátt en það er gefandi að taka þátt. Og sömuleiðis hvet ykkur til að taka vel á móti þeim 7. nóvember. En nú skulum við syngja saman. Það er komið að bænastund eftir þetta lag. Já, ætlum við ekki að syngja það meðan við erum að biðja? Já, ok. Við skulum syngja saman Ég er í höndum þér. Hann sem bætir
Lindakirkju og Óskar Einarsson. En með okkur eru tveir snillingar sem að sjá unglingastarfið hérna í Lindakirkju. Þeir Gunnar og Hreinn, og væru þið til að koma aðeins bara og segja okkur östur frá. Grípa þetta tækifæri. Já. Já, góða kvöldið, gaman að sjá ykkur. Ég heiti Hreinn og þetta Gunnar og við erum að sjá unglingastarfið hérna í Lindakirkju og okkur datt ég að nýta tækifærið og aðeins að auglýsa það núna. Við erum sem sagt á þriðjudögum og bara í allt haust og húsið hérna Lindakirkja opnar klukkan rétt fyrir 8, hálf 8, en við byrjum svo slaginu 8 með bara mjög skemmtilega og spennandi dagskrá í allt haust. Já, og við erum með alls konar skemmtilega dagskrárliði, við förum í hópleiki, við förum í alls konar keppnir, við bökum pítsu og ég veit ekki hvað og hvað. Í byrjun nóvember ætlum við svo að fara á miðnæturmót í Vatnaskógi sem er líka fyrir allar aðrar deildir í unglingastarfi KFUM og KA á Íslandi. Þar sem við vökum alla nóttina, borðum fullt af sigri og förum ekkert að sofa fyrir kl. 5. En næsta þriðjudag þá ætlum við að vera með mjög skemmtilegan leik hérna sem heitir Mafía. Hann gengur út á spillingu, svik og pretti og lygar. Algjörlega andstætt öllum kristilegum gildum og öllu því sem að séra Gummikalli að boða. En mjög skemmtilegt engu að síður. Já, og við viljum hvetja sérstaklega fermingarbörnin til að mæta. Þið eru að ferma ykkur, nýtið tækifærið til þess að kynnast starfi kirkjunar og kíkja allavega einu sinni tvisvar til okkar Gunnars og bara hlökkum til að sjá okkur sem flest og ég held að við ættum ekki að hafa fleiri orð en það. Þið verðum með einhverja bæklinga hérna frammi. Já. Við verðum hérna frammi með bæklinga, svo erum við þetta á Instagram og börn, foreldrar endilega fylgja okkur á Instagram. Sjáum allt þar, allt starfið. Frábært, takk fyrir þetta. Nú skulum við eiga saman bænastund. Ég vil benda á að það má kveikja ljós fyrir bænaefnunum okkar og setja á stjakan þarna aftast. Eins má skrifa bænarefni ef að þið viljið láta biðja fyrir einhverju sem að hvílir á hjarta ykkar. Það er alltaf hópur sem hittist hér á 50-dagsmótnum klukkan 9 og biður fyrir fyrirbænarefnunum og svo er bara gott að sitja í sætinu sínu og leggja bara sjálfa sig fram fyrir Guð og það sem að hvílir á okkar hjarta. Svo ljúkum við bænastundinni þegar við erum búin að syngja sönginn Kveiktu ljós. Þá ljúkum við bænastundinni, ég bið stutt og svo ljúkum við með því að biðja saman bænina sem Jesús kenndi, Faðir vor. Syngjum saman og biðjum. Santo Dios, Santo
getum talað við þig allt. Beðið þig að lýsa veg okkar. Ég beði fyrir okkur öllum sem eru hér í kvöld. Þú þekkir okkur hvert og eitt. Hvað við erum að fást við, áhyggjur okkar, gleði okkar, sorgina, þú þekkir kvíðan. Já, allar okkar tilfinningar. Beði bara að gefa okkur náð til þess að opna hjart okkar fyrir þér og hleypa þér inn í þetta allt saman. Inn í alla þessa súpu sem að þú getur komið inn í og blessað og gert heilt. Beðið sérstaklega fyrir honum Lalla sem vorum beðin að biðja fyrir sem að er með blóðeitrun. Blessaðu hann og læknaðu Drottinn minn. Og fyrir þeim öllum sem eru bara að fást við sitt. Og við felum þér alla bænirnar okkar og hugsanir í bæninni sem að Jesús kendi og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá skulum við rísa aftur á fætur og þiggja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú blessaða nafni. Amen. Við erum ekki hætt vegna þess að það er nú eitt af fermingjabörnunum, hann Magnús, hann ætlar að koma hérna og syngja með henni mömmu sinni Oh Happy Day. Ef ekki að klappa Magnús upp.
er ekki kannski öll sem að þekkið regluna hérna. Við endum alltaf á því að segja förum í friði og þjónum Drottni með gleði og þá svarið þið að krafti já, gerum það. Ok, gerum það núna aftur. Förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það. Almennilegt, glæsilegt. Takk kærlega fyrir kvöldið.